Kæru nemendur, starfsfólk Háskólans á Bifröst og aðrir góðir gestir, gleðilega hátíð. Við fögnum í dag árangrinum af starfi og ástundun undanfarinna missera. Tímabils sem vafalaust hefur markast af bæði áreynslu og ánægju. Stundum svita og tárum eins og sagt er, en ekki síður sigur tilfinningu þegar vel hefur gengið. Dagurinn í dag er sannarlega sigur dagur fyrir ykkur útskriftarefnin, hvert og eitt. Og hann er uppskeruhátíð fyrir Háskólann á Bifröst. Aldrei í sögu skólans hefur annar eins fjöldi verið útskrifaður í einni athöfn. 279 nemendur, þar af 175 meistaraefni, 65 úr grunnnámi og 39 úr háskólagátt. Aðsókn að skólanum fyrir næsta ár er sömuleiðis sérlega góð og það er gleðiefni. 1100 nýjar umsóknir bárust okkur fyrir næsta skólaár þegar lokatölur bárust í hús. Við fylgdumst með þessu eins og kosningavöku. Þannig að næsta haust er útlit fyrir að fleiri nemendur verði við nám í Háskólanum á Bifröst heldur en nokkru sinni fyrr. En leið og erindi mitt við ykkur hér í dag, kæru nemendur, er að samfagna með ykkur og gleðjast. Vil ég nýta stundina líka til þess að ræða við ykkur gildi þess sem þið hafi nú áorkað. Því hvað er menntun? Orðið menntun er samstofna við orðið maður. Menntun er að komast til manns, verða mennskari, meiri og öflugri manneskja en áður. Þegar við ræðum gildi menntunar erum við í raun að ræða grundvöll mannlegs samfélags. Menntun gerir okkur kleift að meta upplýsingar, greina rangfærslur og taka upplýstar ákvarðanir. Hún er óumdeilanleg forsenda efnahagslegrar þróunar og nýsköpunar. En menntun er líka réttlætismál. Aðgengi að henni ákvarðar að miklu leyti hvaða tækifæri fólk hefur í lífinu. Ef aðgengið er skert eða ójafnt, eykst ójöfnuður. Þess vegna skiptir höfuðmáli að við horfum ekki aðeins á menntun sem tæki til hagvaxtar heldur sem samfélagslegt verkefni. Vísindin verða að þjóna samfélaginu. Þau eiga að stuðla að hagsæld, framþróun og velferð. Og það er einmitt í þessu jafnvægi milli frelsis og ábyrgðar sem styrkur akademíunnar felst. Þau átök sem undanfarið hafa staðið vestanhafs sjálfstæði háskólasamfélagsins andspænis sterkum öflum sem vilja beygja það undir pólitískt vald eru þess vegna áhyggjuefni. Þau leiða í ljós að frelsi vísindanna og aðgengi að menntun eru kannski ekki jafn sjálfsögð forsenda við samfélagsuppbyggingu eins og við héldum. Önnur ógn sem að mannvitinu stafar er þróun gervigreindarinnar. Er manninum sjálfum treystandi til þess að þróa jafn öflugt tæki, vitlíki og gervigreindin er. Áhyggjurnar lúta að gæðum þekkingar, siðferðilegum álitaefnum og hlutverki fræðanna. Ekki síst fræði mannanna sjálfra. Vísindamenn hafa bent á að gervigreind sé ekki ný hlið á upplýsingunni eins og sumir hafa haldið fram. Heldur geti hún leitt til vitskerðingar og haft alvarlegar pólitískar afleiðingar sé hún notuð án gagnrýninnar hugsunar. Það er hætt á því að með hagnýtingu hennar geti hlutverk fræðimanna færst í átt frá nýsköpun og frumrannsóknum yfir í eftirlit og túlkun, sem kallar á allt aðra færni og önnur viðmið en hafa hingað til gilt innan akademíunnar. Á 20. öld varð aðgengi að menntun ein stærsta samfélagsbyltingin sem orðið hafði í íslensku samfélagi. Skyldunám,
síðar framhaldsskólar vítt og breitt landið og loks aukið aðgengi að háskólamenntun breyttu samfélögum byggðanna land allt. Menntun varð ekki lengur forréttindi, heldur vaxandi réttur. Í dag stöndum við frammi fyrir nýrri byltingu fjarnáms og stafrænnar tækni. Hún hefur sérstaklega mikla þýðingu fyrir lítið og dreifbýlt land eins og Ísland. Fjarnám brýtur niður landfræðilegar hindranir, gerir fólki kleift að stunda nám samhliða störfum og eykur aðgengi að alþjóðlegu þekkingarsamfélagi. Segja má að fjarnám sé í reynd ein stærsta byggðaaðgerð sem hægt sé að ráðast í til þess að jafna aðstöðumun milli landsbyggðar og höfuðborgar, efla menntunarstig og þar með nýsköpun og atvinnutækifæri í byggðum landsins. Háskólinn á Bifröst hefur helgað sig þessari umbyltingu, verið leiðandi í þróun hennar á landsvísu og virkur þáttakandi utan landsteina. Háskólinn okkar nú þegar hluti af opna evrópska háskólanetinu sem hefur það markmið að skapa fyrsta alevrópska opna háskólan sem tryggir öllum aðgang að hágæða háskólamenntun og símenntun, óháð staðsetningu eða aðstæðum. Verkefnið leggur jafnframt áherslu á að styrkja stafræna umbreytingu háskóla og efla inngildingu, jafnræði og sveigjanlegt nám alla Evrópu. Þetta risastór hugsjón sem leitt getur til algjörrar umbyltingar í háskólamálum álfunnar til lengri tíma nái hún fram að ganga. Nýlega fengum við heimsókn frá menntamálaráðherra Grænlands ásamt föruneyti sem vildi ræða nánar og læra fjarkennsluaðferðir Háskólans á Bifröst og möguleikana sem þær opna. Þarna felast gríðarleg tækifæri fyrir land eins og Grænland. Land sem nú býr við samskonar áskoranir og íslenska landsbyggðin hefur löngum gert. Skertar samgöngur, sumstaðar, átthagafjötra fólks sem kannski þráir menntun en á þess ekki kost að flytja sig set, fast í viðjum aðstæðna, fjölskyldubanda og landfræðilegra takmarkana. Fyrir það fólk fjarnámið sannkallaður lausnarsteinn. En við megum ekki gleyma því að fjarnám krefst einnig sterkrar undirstöðu, ekki síst lesskilnings, sjálfstæðis og aga í vinnubrögðum. Og þar stöndum við Íslendingar frammi fyrir áskorunum. Þegar stór hluti ungs fólks, sérstaklega drengja, á í erfiðleikum með læsi það ekki einangrað vandamál, heldur samfélagslegt áhyggjuefni. Án traustrar undirstöðu á borði læsi og lesskilning verður aðgengi að háskólum í raun takmarkað, jafnvel þó að dyrnar standi opnar. Þess vegna fátt brýnna eins og mál standa en að huga vel að menntakerfinu okkar, svo það geti rækt það grunnhlutverk sitt að mennta fólk á öllum skólastigum og gera það fært þátttöku í samfélaginu. Í því samhengi skiptir miklu að búa við fjölbreytt háskólaumhverfi. Sú hugmynd hefur oft heyrst að undanförnu að háskólar á Íslandi séu einfaldlega of margir og að það sé sjálfgefin leið að fækka þeim. En hugum hér betur að. Fjölbreytni ekki veikleiki, hún styrkur. Hún ekki vandamál sem þarf að leysa, heldur gæði sem þarf að rækta. Ólíkir háskólar með mismunandi áherslur skapa lifandi og skapandi menntaumhverfi. Þeir hvetja hvern annan til umbóta, nýsköpunar og faglegs metnaðar. Reynslan sýnir að slík jákvæð samkeppni skilar betri niðurstöðu fyrir nemendur og samfélagið allt. Háskólinn á Bifröst eitt gleggsta dæmið þetta. Með sérstöðu sinni og áherslum hefur hann haft áhrif langt út fyrir eigin veggi og stuðlað að þróun í íslensku háskólaumhverfi. Kæru nemendur og gestir. Vel skal vanda það sem lengi á að standa, segir máltækið. Þegar allt dregið saman snýst þetta að vanda til verka.
að grunnurinn sé traustur og grindin rammgerð. Þannig má viðhalda trausti til vísindanna, trausti til menntunar og trausti til stofnana sem móta þekkingu samfélagsins. Þetta traust byggist á sjálfstæði, gæðum og aðgengi. Ef við veikjum einhverja af þessum stoðum, frelsi akademíunar, læsi og grunnfærni eða fjölbreytni í háskólastarfi, þá veikjum við alla heildina. En ef við styrkjum þær, þá leggjum við grunn að samfélagi sem bæði frjálst, réttlátt og framsækið, þar sem öll blómin í garðinum fá að brosa við sólu. Þetta verkefni okkar og ábyrgð. Innilega til hamingju með daginn.